Það alveg skýrt samband til dæmis milli menntunar og viðhorfa til innflytjenda. Því minni menntun sem þú hefur, því neikvæðari viðhorf hefur. Og menntavinnsturnum finnst rosalega gott að klappa sér á bakið og segja að það vegna þess að við erum klárari og betri. Ég held að mekanismin hins vegar sé raunverulega sá að fyrir lágtekjufólkið, þeirra svona frústrasjónir, það er ekki tilkonar af því að þetta sé einhvern veginn vitlausara að vera fólk, það er byggja á raunverulegum hagsmunum þeirra í lífinu. Allir þarf þess að fólk sé ekkert rasistar í neinum skilningi. Þetta er fólk sem upplifir hraða breytingar á samfélaginu sínu. Breytingarnar gera það óöruggt, líka kannski hefur ekki stóra myndina yfir allar hluti, en það átti að sá því að það ætla ekki að fá ákveðna þjónustu fyrir börnin sín eða ekki stuðning sem það þarf persónulega eða ásættanlega umönnum fyrir foreldra sína og það byrjar að klóra sér í hausnum yfir þjónustu sem að til dæmis flóttafólk er að fá. Maður getur ekki lyft sér að vera hræddur, maður verður bara að stíga fram, taka afstöðuna og ef það kostar það að fólk verði reitt þá er það bara allt í lagi. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá er þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það er nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Kolbeinn Hólmar Stefánsson, er það ekki rétt hjá mér? Hólmar. Það passar. Það ekki? H er hann aðjum. Já, ég var ekki alveg viss hvað H er staðið fyrir en ég tók svona wild guess. Akademískt frelsi. Já. Búið að vera í deglunni og ekki ástæðulaus að mínum mati. Nei, þetta er búið að vera dálítið áhugavert sko. Ég held að það sem hafa kannski afhjúpast dálítið er að akademískt frelsi sé svona eitthvað sem hefur verið notað í tylliræðum og eitthvað sem að fólk er tilbúið að verja þegar lítið er í húfi. En við höfum raun og verið ekkert að formúlera þessi prinsip á neinn hátt þannig að það sé hægt að vinna með það. Nei, sko, ég er búin að vera mjög hugsa um þetta út af því að ég til mig svona hafa gert mig grein fyrir því að almennt hefur tjáningafrelsi ekkert verið rosalega spennandi efni að einhverju leyti, hvort það sé umræðuefni eða eitthvað sem við eigum að verja eða annað á Íslandi. Það er mjög áhugavert, ég bjó í Bandaríkjunum tíma og þá gerði ég mig grein fyrir því að þetta er rótgróið inn í allt sem við kemur menningunni. Maður fann þetta líka innan akademíska samfélagsins. Já. Þar sem að ég var með aðilum til dæmis frá Boston University eða Harvard eða Lesley University þannig á Boston svæðinu. Og þar maður finnur einhvern veginn bara svona áþreifanlega að þetta er svona grunnprinsipið. Svo að náttúrulega sé búið að vera varhugaverð teikn á lofti þar varðar nákvæmlega sem við erum að tala um í dag. Að þá á Íslandi bara, eins og þú segir, sko, að tjáningafrelsi er eitthvað sem okkur þykir spennandi þegar þarf ekkert að vera að spá mikið í því. Já, ef við getum klappað okkur á bakið fyrir hvað við erum óbúslega frjáls, þá erum við hrifin að því. Nákvæmlega. Og þetta er mjög einkennilegt sko og en svo við byrjum bara á þessu tiltekna máli svo við reifum það líka aðeins að Ingólfur Gíslason fer inn á fyrirlestur Gil S. Epstein þar sem að Gylfi Zoëga hafði fengið ísraelskan prófessor í fríi til þess að fjalla gervigreind og ellilífeyrismál og hann, Ingólfur Gíslason, fer sem sagt með hópa fólki og sér til þess að fyrirlesturinn geti ekki á sér stað og færir rauk fyrir því að það sé út af því að hann telji það óforsvaranlegt að maður sem að hann telur reyndar að hafi einhvers konar tengsl við ísraelskan hernað eða hafi haft tengsl við háskóla sem hefur tengsl við ísraelskan hernað á Gaza, að hann sé á yfir höfuð að mæta til þess að vera með fyrirlestur. Hann sér til þess að þessi fyrirlestur geti ekki farið fram og færir svo rauk fyrir því eftir á að það að einhver sé að gera athugasemdir við þetta sé árás á hans akademíska frelsi. Þannig að það er líka einhvers konar, út af því ég til dæmis talaði um það, ég geti sagt það ég gerði þætti þetta þar sem að ég fór yfir það hvað akademískt frelsi væri og hann sem sagt ræði það meðal annars Gunnar Smára að ég hafi samsagt verið að vega hans akademíska frelsi. Þannig að ef við kannski bara byrjum á hugtakinu eins og þú sér það. Því að við erum augljóslega, ég tel að hann sé að ráðast að akademíska frelsi þessa kennara
hann segir nei, en aftur á móti það árás á mitt akademiska frelsi að fá ekki að gera þetta án þess að vera eða fá einhvers konar gagnrýni fyrir það. Já. Það getur strax dregið þá línu að það aldrei brot á akademísku frelsi að fá þessi gagnrýni eða gagnrýna. Það bara eðlilegur og nauðsynlegur hluti, eiginlega kjarni akademísks starfs gagnrýni. Hann kemur kannski inn á hlut sem pínu áhugaverður samt að eins og í Bandaríkjunum þá hafa samtök bandarískra prófessora lagt mikla áherslu á það sem kalla extramural speech sem frelsi akademikara til að tjá sig utan háskólans og fræðilega samhengisins. Og þetta hefur ekki verið óumdeild nálgun en hugmyndin þeirra að minnsta kosti að það sé ekki hægt að refsa fræðimönnum fyrir orð þeirra utan háskólasamhengisins. Og það verða að vera þannig því annars sé að þú nota þessi titla ástæðu fyrir skóla til dæmis til þess að losa sig við fræðimenn. Hins vegar náttúrulega kannski það sem að þessi samanburðarins fellur pílund á tvennt. Auðvitað á ekki að láta Ingólf fara eða refsunum á neinn hátt fyrir það að mótmæla. Það bara sjálfsagðarlegur borgaralegur réttur. Og jafnvel eins og ég til að mótmælin Gil Epstein hafi byggt á misskilningi eða frjálslegri túlkun á upplýsingum, jafnvel þá, það allt í lagi að mótmæla á röngum forsendum. En þegar þú tekur þetta aukaskref og þaggar niður í fyrirlesara, þá ekki lengur að mótmæla. Þú ekki lengur að tjáðu, þú ert að koma í veg fyrir tjáningu einhvers annars. Og hinn hlutin hans líka að það framan af í þessu debatti þá var reynt að draga þá línu, eins og Finnur Jelsen gerði, að hann hefði raun og verið ekki verið þannig sem starfsmaður háskólans. En ef starfsmaður háskóla á að njóta verndar fyrir tjáningu svona utan háskólasamfélagsins, þá ber hann líka skyldur og ábyrgð sem slíkur utan háskólasamfélagsins. Þannig að þá akademískt frelsi þetta prinsip sem að okkur ber að halda bara í hvívetna. Ekki bara þegar við erum áskrifstofun okkar eða greinandi gögn eða á stimpilklukkunni þó að það sé engar slíkar upp í háskóla þá. Akademískt frelsi snýst kannski grunnhugmyndin svo að innan akademinar þá verða að vera algjörlega opið fyrir það að skoða hugmyndir, ræða hugmyndir, fara rök fyrir hugmyndum af því að við vitum ekki fyrirfram hvaða hugmyndir muni skila árangri fyrir samfélagið. Og sagan auðvitað full af dæmum hluti þar sem að lagðist illa í ráðandi öfl sem að urðu svo seinna hugmyndir sem að leiddu til framfara. Hins vegar ekki hægt að draga þessa línu við að við verðum að vita eitthvað leiðir til framfara því við vitum aldrei fyrirfram. Það verður að vera þessi opna umræða og líka bara einfaldlega af því að þetta hugmyndarými. Þetta raun og veru víðtækara frelsi af þessu leiti heldur en til dæmis bæði víðtækara og afmarkara heldur en skoðun á tjáningafrelsið. Af því að til dæmis í daglegu lífi þá takmarkast tjáningafrelsið einhverju leiti að suma hluti segjum við bara ekki í polite company. Akademían hins vegar á að vera hugrakun og áþóra að fara á hættulegu stöðana þannig að það verður að vera opið og það svo sem ekki hægt að segja að í praxis í akademískt frelsi eitthvað eitt sem skilgreint ákveðin hátt. Bandaríkin hafa ákveðna hefð, Evrópa hefur aðra, meira segja innan Evrópu mismunur á milli landa og það hægt að segja í praxis akademískt frelsi eitthvað svona samningsatriði sem að reynt að ná á milli akademikara, háskólana og stjórnvalda. Einhvers konar balans. Sögulega séð eins og Finnur Jelsen til dæmis gera ákveðin tendens að líta á akademíska frelsið þröngt en það hefur af góðum ástæðum víkkað mjög mikið í umræðinu á síðustu árum, samanber yfirlýsingar bandarískra prófessora, hvernig breska þingið steig inn í þetta 2023 í Bretlandi með því að setja ríkar skyldur á bæði skóla og nemendafélög að tryggja sem sagt að fyrirlestrar getur farið fram og tryggja tjáningafrelsi í skólunum og svo náttúrulega ekki síðast með Chicago yfirlýsingunni sem að Robert Haraldsson benti á nýlega í grein. En grundvallar hugmyndin akkurat þetta að það sé ekki ásættilegt að þagga niður í neinum hvorki vegna þess að skoðuna þeirra séu eitthvað sem að einhverjum finnst vafasamar eða sem sagt vegna þess að
viðkomandi einstaklingur sé á eitthvað nátt vafasamur. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamín og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Já, og svo ég láti það nú líka koma fram að þá ert þú náttúrulega prófessor sjálfur Dósent við Háskóla Íslands. Kendir mér meðal annars. Já, ok. Hvað sem er hæstu einkunn sem ég hef nokkuð tímann fengið fyrir ritgerð, þar sem ég skrifaði Baudrillard og dauðasamfélagið. Já, ok. Og og teboðshreyfinguna, setta það í samhengi við teboðshreyfinguna. Alveg rétt, að mér rámar í þessa ritgerð. Já, ég fekk mjög háa einhvern, en svo ég láti það nú koma fram og klappi mér sjálfur aðeins á bakið, þú stundum að tala um að klappa sjálfum sér á bakið. En svo ég grípi nú bara boltan aðeins í þessu, sko, út af því að þú einmitt nefnir ákveðna þátttakendur sem eru Finnur Delsian og Robert Haraldsson sem hafa líka fjallað aðeins þessi mál út af þessu máli. En eitt sem mér þykir frekar áhugavert í svona praxís er að rektor hefur kosið að tjá sig ekki. Það hefur verið áhugavert. Ég reyndar þegar þetta gerist, þá tel ég mig vita að þetta sé fyrsti svona viðburður eða uppákomin í Háskóla Íslands. Síðan þá hefur komið í ljós að það er ekki. Það var fyrir ári síðan minni mig, ég held ég að vera í starffræðadeildinni, annar ísraelskur prófessor sem að var komið við fyrir að held ég erindi, og svo hafa verið mótmælið sem sagt, með sér nemendur hafa komið til mín og sagt frá því að þau hafa verið á fyrirlestrum og það hafa verið mótmælið fyrir utan það sem var reynt að yfirgnaði fyrirlesturinn með hávaða og svona, þannig að en einhvern veginn hefur þetta ekkert farið hátt, einhvern veginn er það ekki fyrir þessi viðbragðs stað þetta næri gegn. Þannig að kannski það sem að kannski mest þá skipta máli í samhenginu er, fyrri rektor hefur verið látið þetta ótalið, en ný rektor hefur tækifæri til að skipta kúrs. Hún nýtti ekki það tækifæri og allavega ekki ennþá og virðist ekki ætla að gera. Og kannski það sem ég sé sem hættunum við það er að fólk sem að lítur á þessi sjálfsagðan hlut að koma og þagga niður í fyrirlesurum og standa í deplatforming og slaufunum og öllu þessu, að það líti þetta sem einhvern þögult samþykki. Það sé yfirvald háskólans sé búið að segja við guttir þetta. Og þá munum við kannski sitja uppi með fleiri svona viðburði á næstu árum. Og við höfum bara séð hvernig þetta gerist þessu Breitlandi Bandaríkjunum, en maður hefur fylgst með þar, að þar var það ástandið á tíma bara nánast óbærilegt. Því að sko, maður hugsar hvern viðburð fyrir sig. Það er kannski ekkert alvarlegur viðburður í sjálfu sér að það kom mótmældur og stoppa einn fyrirlestur. Stóru áhrifin er eins og ef þetta verður eitthvað sem verður títt, og svo er það þessi svona kælandi áhrif sem þetta hefur á umræðina þegar akademikurar byrja að þor ekki að vinna með ákveðnu fólki eða þor ekki að segja ákveðna hluti einfaldlega því þeir vilja ekki fá yfir sig múgin með heikaflana. Já, þar mitt kemur inn á atriði, sko, sem að er mér svona mjög umhuga út af því að ég er mikill aðdáandi Jonathan Haidt sem að hefur skrifað nokkrar bækur og meðal annars bækur nákvæmlega þetta atriði, og það sem hann bendir á, sem að mér finnst rosalega góður punktur, er einmitt þessi sem að þú nefndir núna síðast, er að það verður ákveðin svona sjálfsritskoðun. Og ég líka, sko, leikjafræðilega þá er þetta rosalega áhugaverð. Ég ætla að setja í samhengi við það sem að gerist núna í kjölfar þess að Trump tekur við. Að ég var út í Pennsylvania þegar Trump tekur við, og ég ekki við tekur við, heldur þegar hann vann kosningarnar, og ég var fyrir utan hótel sem heitir Soneta, og þetta hótel það sést á öllum svona mótmælanda öldum í sem sagt Philadelphia, þar sem það er mikil mótmæli, og ég gerði mig grein fyrir því að þegar Trump var að fara að vinna að þá dreif mér niður á hótel og sagði bara, ég nenni ekki að vera fyrir utan og vera að lenda í einhverjum hræðulegum atburðum, það verður áhugavert að fylgjast með þessu út úr gluggann, en ég nenni ekki að vera í miðinni. En svo vinnur Trump og það er ekkert sem að gerist, það er engin mótmæli, það er ekkert,
og ég hugsaði svona, já, ok, nú eru, þú veist, það er einhver vendipunktur, það er eitthvað búið að breytast í bandarísku samfélagi sem hefur allir því að það er öðruvísi að, já, hvort að fólk sé viljugra til þess einhvern veginn að vera tilbúið að sjá Trump sem eðlilegan pólitíkus eða hvort að það sé bara að fólk sé bara að gefast upp á einhverjum mótmælum. En það sem að mér þótti svo áhugavert var að núna þegar Trump er til dæmis að ráðast á akademíuna eins og í Bandaríkjunum að þá er sko slagkrafturinn í þeim sem að ættu helst að vera að gagnrýna það miklu minni heldur en hann ætti að vera og hefði verið kannski fyrir 8 árum og ástæðan fyrir ég seti í samhengi við þetta er að sko þegar við erum að í rauninni að ryðja frá ákveðnum svona prinsipum að þá oft gerum við okkur kannski ekki grein fyrir því hvað verður svo í kjölfarið hvers konar pólitísk eftirspurn eftir í til dæmis bara að stjórnmálamenn fara að skipta sig meira af því sem gerist innan veggja Háskóla Íslands og annað og ég tel það ekkert vera rosalega langt frá þegar allt kemur til alls sko. Nei, þetta er nefnilega, ég held að þetta er mikilvæg punktur af því að ég sá til dæmis að Eiríkur Rögnvalds var eitthvað að blanda sér semnaðu og hann auðvitað benti á Trump og hægrið og sagði þetta er ógnin en sko að maður skoðar bara hvernig þetta hefur spilað sig út yfir tíma í Bandaríkjunum þá er það þannig til að byrja með að það er fyrst og fremst kannski vinstrið eða vinstri armur demókratana sem er að standa fyrir alls konar slaufunar, herferðum og slíku hrekja fólk úr starfi elta fólk upp á fyrirlesturum til þess að reyna að stoppa það og annað slíkt og þetta er alveg klárlega þöggunar tilburði sem er eiga sér staðana og hægrið republikanum taka alltaf upp tjáningafrelsið sem svona atriði svona kosningabaráttu svo það sem að þetta gerist þegar komið til valda er að tjáningafrelsið er eitthvað sem er ekkert rosalega kert í alvörunni þannig að þeir snúast gegn því en þeir nota rökin við erum að þagga niður í þöggurunum og kannski það sem er svona dálítið sláandi við þetta er að sko demókratarnir notuðu aldrei ríkisvaldið sérstaklega svona beint í einhvern svona aðgerðum en Trump-stjórnin og republikanameirihlutin er að nýta valdastöðu svona mjög aktíft þegar að beita ríkinu til þess að stoppa og það er alvarlegra það er eins og það er bein afleiðing af því hvernig vinstri demókratarnir höfðu hegðað sér árun og undan og þegar það kemur að því að þakka niður í fólki sem búið að þakka niður þá hefur það fólk ekkert endilega mikla samúð þannig að fólk situr og þegir en það ánafnilega skiptir líka máli að taka prinsipafstöðuna og mér finnst það mjög áhugavert að samtök sem heita FIRE í Bandaríkjunum sem eru tjáningafrelsi samtök byrja sem raun og veru sem samtök akademist frelsi tjáningafrelsi í háskólanum Greg Lukianoff fyrir henni sem sagt og framan af því að slægina sem tóku voru mest vegnis gagvart einhverjum svona slaufunum og deplatforming og þeir voru að reka akademikara fyrir eitthvað sem það sögðu og þá gagnrýndi vinstra mjög harkalega fyrir að vera bara fasistar og populistar og annað slíkt í seinni tíð hafa þessi samtök verið áherslan hefur færst af því að ógnin kemur núna frá hægri þannig að flest meirhluti af þeim málum sem er að vinna í dag snúast að verja fólk gagnvart ára sem stjórnvalda á akademist frelsi og tjáningafrelsi Þetta er önnur samtök sem heitir Free Speech Union sem að Toby Young fer meðal annars með sem hefur einmitt komið í þetta hlaðvarp og þar ég ræddi við hann, ég hitt hann fyrir 4 mánuðum í London og var að spjalla við hann svona vendingar og hann sagði sko það sem hefur verið ótrúlega áhugavert er að tjáningafrelsi hefur orðið að hægri fyrirbæri og hann útskýrði það sem er sérstaklega áhugavert við þetta er að stór hluti af því sem að Free Speech Union er sem sagt að berjast fyrir er málfrelsi transfólks og hann var að segja, þú veist, ég er með fullt af málum á mínu borði sem að snúa að tjáningafrelsi transfólks til mismunandi tjáningar og annað hann sagði það bara næri ekki einhvern veginn í degluna út af því að málfrelsið sjálft sé orðið að einhverju hægri fyrirbæri og ég er alveg sammálaður þar þó svo að ég aðhyllist og svona frjálshyggjumaður í prinsipinu og til að ákveðin svona heilbrigð íhaldssemi sé líka mikilvæg að þá er ég ekkert voðalega bjartsýnn á því að fólki sem er sammála mér í dag málfrelsið verði það endilega á morgun sko. Nei, ég deili því alveg með þér að því að
það er þetta með að sko, það elskar allir málfrelsi þannig að heyra eitthvað sem er ósammála og maður sér það bara eins og til dæmis hvernig Eiríkur Rögnvalds setti þetta fram. Það er raun og veru sko, þetta snýst óttan við að hittliðið þaggi niður í manns eiginliði, en það er ekki sem ágjör af því að manns eiginlið þaggi niður í hinliðinu. Ég held að það hættulegasta sem getur komið fyrir samfélag er að við fáum einhverja svona hugmyndilega einsleitni og það þessi samtöl, oft þessi erfiðu samtöl, jafnvel gagnvart sjónarmiðum sem okkur kannski þykir prívat og persónulega ógeðfelld, en ég held með því að halda opinni umræðu þau, eiga í samtölinu, þá getum við fært okkur áfram. Við sjáum það líka bara eins og umræðan sem fór í stað í kringum hérna hvað hétum útmælinn sem voru þannig á Austurvelli, það var hann samstöðu fundur Þvert á flokka, já. Og stór hluti vinstrins fór upp á afturlappirnar og sagði allir sem þannig eru rasistar og það getur bara vel verið að eitthvað fólki sem skipulega þetta sé rasistar og rasistar sé að svona róa í þessu, en ég held að þú kannski horfur á hópin sem mætir hana, sérstaklega fyrsta fundin. Allir þarf þess að fólk sé ekkert rasistar en einum skilningi. Þetta fólk sem upplifir hraða breytingar á samfélaginu sinu, breytingarna gera það óöruggt, það líka kannski hefur ekki stóra myndina yfir allar hluti, en það átti að sá því að það ætla ekki að fá ákveðna þjónustu fyrir börnin sín eða ekki stuðning sem það þarf persónulega eða ásættanlega umönnum fyrir foreldra sína, og það byrjar að klóra sér í hausnum yfir þjónustu sem að til dæmis flóttafólk að fá. Ég held að það sé bara mjög mannlegt og eðlilegt og skiljanlegt. Mín afstæðgátt flóttafólki er að við eigum að taka við okkar skerfa flóttafólki og við eigum að gera mjög vel við það, við eigum að veita því alls konar þjálfun og stuðning og hjálpa þeim að aðlaga samfélaginu og fólk að koma frá sko átakasvæðum þannig að fólk mjög traumatisera, það þarf að sálfræðihjálp, það er bara það er raun og mikil kostnaður, mikil vinna sem við þurfum að leggja í þetta og ætlum að gera þetta vel. Á hinn bóginn þá skil ég líka fólk sem er þann úti sem að upplifa það fær ekki að fá það sem það þarf frá samfélaginu og ég upplifur að samfélagin sé bara alveg saman það að það byrja svona aðeins að klóra sér í hausnum og kannski fara að mæta á svona fundi og eitthvað slíkt. Ef að svo vinstri kemur og segir þið eru öll agaleg, bara svona til þess að nota hérna frasan frá Hillary Clinton, a basket of deplorables. Þetta fólk er ekkert að fara að segja ó nei, ég vil ekkert vera agalegur. Það bara upplifir skilningsleysi að hálfu vinstri gagnvart sínum þörfum og sínum aðstæðum og ef eitthvað þá ítir vinstri þessu fólki þá bara lengra og lengra til hægri sem sagt út á okkur svona skrýtna jaðra. Almennt sér held ég að sé miklu betra að eiga samtali við fólk og áttur að hvaðan það að koma, hver eru vandamálin og það er kannski svona mér pínilla vorði inngilding en hérna en kannski að vandamálið sé sko það að inngilding, við þurfum actually, ef við ætlum að hugsa á þeim fórstum, að víkka út inngildinguna. Þannig að hún nái til sem sagt efnaminnsta, jaðarsettasta fólkið sem að býr á landinu sem að hefur íslenskt ríkisfang líka. Ekki bara horfa út frá svona einhverjum identitetskategórium. Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Nei, það líka svolítið áhugavert sko að hugsa þetta og ég hef verið að fjalla mikið útlendingamálin og setja í samhengi við pólitíska þróun og ég reyndar sko að við séum að útlendingamálin og pólitísk eftirspurn sé komin í farveg þar sem að þessu verður ekki breytt sko. Ég held að hægrið sé einfaldlega búið að vinna og við erum í rauninni núna bara svolítið að fara að fylgjast með hvernig þetta mun algjörlega koma til með að verða í rauninni færast í aukana, þar að segja að það verður meiri pólitísk eftirspurn eftir því að taka harðar á þessu og sko það er ótrúlega áhugavert að hérna, ég var með Dóra DNA hérna svo ég taka algjör uppi að hann sagði eitthvað sem að mér finnst rosalega merkilegt. Stefán Einar, núna er hann orðin svolítið svona stór breyta í umræðum bæði pólitík og samfélagsmál. Gengur mjög hart fram, segir sinn hug á mjög hvassan máta
og Halldór Dóri Dena sagði eitthvað á þá leið að hann bara skildi ekki af hverju fólk væri svona, þú veist, Stefán hann hefur verið svona segjastliðin 30 ár hann hefur verið nákvæmlega svona og það sem út af því að það hefur verið mjög mikið til umræðu að hægri menn sem eru með svona hægri podcast og þannig sé einhvern veginn að breyta viðhorfi fólks og sé að ýta þeim í ákveðna átt. En ég meina, ég hef verið að tala um islam og útlendingamál síðan 2015, löngu áður en ég byrjaði þetta podcast eða 4 árum áður. Og ég held að sko ástæðan fyrir því að þetta sé kannski fólki meira svona ofar á baugi ekki út af því að við erum að tala um þetta, heldur bara út af því að fólk að pæla í þessu og og því eftirspurn eftir því að fólk hlusta á einhvern sem að tala um þetta. Út af því að alls staðar í Evrópu eru flokkarnir sem eru að fara að taka langharðast á þessu og sumir bara með sko, eins og AFD og lest stefnuskráður að hún bara varhöfn sko. Bara, þú veist, þeir eru bara, þú bara verður ekki múslimi í Þýskalandi. Það er bara flatt. Og hérna það er bara svo áhugavert að fylgjast með því bara, einmitt þess að þú segir sko, fólk er með bara að þú sér samfélagsbreytingar en að einhverjum óskiljulegum ástæðum er sagt að þetta sé út af hægri podcastunum sem að fólk er að spá í þessu. Já, ég held ég sé alveg samlega það, ég held að það sé ekki hægri podcastin sem að drífa þetta eða nein orðræða hægri stjórnmálamanna í kringum þetta. Það sem ég held basically er að fólk er að pikka upp að það er eitthvað undiralda í samfélaginu og eðlilega þegar fólk er í pólitísku samhengi. Markmið er að endanum að vinna einhvers konar hreyfingu eða flokkum fylgi og auðvitað reynir að finna hvar er eftirspurnin sem aðrir ekki að svara og ég held til dæmis að því leiti hefur vinstri skotið sig dálítið mikið í fótinn að því leiti að það oft vill ekki tala við ákveðna aðila, það vill ekki að það sé talað um ákveðin mál og það þýðir raun og veru að vinstri það hefur þá gefið eftir málaflokkin til hægrisins. Þannig að eins og ég held að það sé alveg rétt hér að hægrið hefur unnið þetta eða eiginlega ekki, hægrið einfallega tók þetta og vinstrið bara gafst upp og við sjáum þetta til dæmis að það var þetta Sabine Leskov þegar hún átti inngrip held í síðust viku þar sem hún er að gagnrýna Þorbjörgu sem sagt dómsmálaráðherra og talandi að hún hefði talað einhvern ótt á hana slíkt í heildina litið þá sýnist mér að stefnumótun Þorbjörgar sé bara mjög skynsamlega. Eitt af því sem hún er til að nálgast er það að það hefur verið tiltölulega auðvelt fyrir fyrirtæki til dæmis að rekrútera fólk sem sagt láglauna vinnuafl og leita það uppi til þess að halda niður sínum kostnað og flytja þenn. Þetta hefur alls konar implikasjónir. Eitt af því er að þú skoðar bara, ég var að skoða hérna þetta í European Social Survey núna frá 2024. Það er alveg skýrt samband til dæmis milli menntunar og viðhorfa til innflytjenda. Því minni menntun sem hefur því neikvæðari viðhorf hefur. Og menntavinstunum finnst rosalega gott að klappa sér á bakið og segja að það er vegna þess að við erum klárari og betri og skiljum af hverju þetta er allt gott. Ég held að mekanismin hins vegar sé raunverulega sá að fyrir lágtekjufólkið það lendir í aukinu samkenni störf, húsnæði, resursa hins opinbera. Þannig að þeirra svona frústrasjónir, það er ekki tilkonar því að þetta sé einhvern veginn vittlausara að vera fólk, það er byggja á raunverulegum hagsmunum þeirra í lífinu. Þetta er þetta fólk sem að hefðbundið ætti að vera kjósa vinstriflokka svona ef maður horfir á klassísku vinstri hægri línu, en það sem hefur síðan alltaf gerast víða í Evrópu til dæmis er að þetta er fólk sem að hefur fært sig yfir á populíska hægriflokka. Mér sýnir til dæmis að þetta sé í grunninn sem sagt fylgir til dæmis á bak við flokk fólksins. Ég myndi kannski ekki alveg kalla flokk fólksins populískan hægriflokk, í velferðarmálum er þau vel til vinstri en kannski í svona menningamálunum er þau íhaldsum og það er auðvitað að því að vinstrið er ekkert að svara vinstri bara til að mæta og kalla fólk rasista og hafna kröfnuðar, svo kemur alltaf þessi lína vandamál er ekki að hérna innflytjendur og flóttafólk sé að fá þessa hluti, vandamálið er að ríka fólkið er ekki að greiða meira en það gerir til samfélagsins. Svo kemst vinstrið valda og það ger aldrei neitt í því að breyta því. Þannig að hérna
þannig að það eru rosalega ódýrt að benda bara á einhvern þannig óvinn þannig úti sem að þú ekki tilbúin að takast á við. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Akkurat, og þetta það sem að sko Putnam hefur skrifað og Paul Collier náttúrulega líka. Og hafa einmitt fjallað þessi mál sko að ástæðan fyrir því að lágtekjufólkið og þeir sem eru minna menntaðir eru svona, hvað ég að segja, síður tilbúnir til þess að taka við fólki ekki út af því að þeir eru eitthvað endilega miklu heimskar en þeir sem eru með menntun, heldur út af því að þeir eru líka með miklu áhrif, svona, hvað ég að segja, það er meira svona mengið sem að þeir eru kannski að, já, hrærast í. Þetta fólk til dæmis, þetta þekkst í Bretlandi að þegar að það hafa verið svæði þar sem að mikill innflutningur fólks með öðruvísi menningabakgrunn hefur komið inn, að þá bara fer ríkara fólkið og eftir sitja þá hinir sem að hafa ekki tök á því að færa sig fet og það var mjög áhugavert, ég var að hlusta á Samstöðina, það var viðtal við skólastjórinn í Hagaskóla, Ómar, man ekki hversu hann, já að vita hann að fjalla hann málin og hvernig það eru mismunandi hvernig skólar eru að takast á við þetta og hann sagði til mér þessu í Hagaskóla það kannski 5-7% sem eru með erlendan bakgrunn og íslensku ekki sem fyrsta móðumál hins vegar það fyrir á Suðurnesin vinur minn var að flytja ánga sagði við mig bara að þú fer í Sund að hlusta á samræðunar í heitapottinum bara eins og þú sért með svo við notum aftur þvert á flokka og skjöld Íslands bara alla mætta saman. Já, þetta er hérna the melting pot. Já, þetta melting, það bókstaflega en það bara gengur mjög illa. Já. Og lögreglumenn segja mér að það gangi mjög illa. Það eru atvik sem að þeir sáu bara ekki og eru eiga sér stað vikulega ef ekki oftar. Og það einhvern veginn kurteisi að segja að ekkert af þessu sé að gerast. Og ef það er að gerast þá er ekki vandamál og ef það er vandamál þá er það bara einhvern veginn svona hluti af nýjum veruleika sem að við höfum að bara lifa við. Stórkostlega einkennilegt. Ég finnst þetta nefnilega dálítið áhugavert þessu leiti að sem sagt í dag eru eiginlega svona svo dálítið tvær orðræður sem dómin þessi umræðu annars vegar það þessi orðræða sem það er ekkert að sjá hér og hins vegar það þessi einstaklingur gerði eitthvað að sér hann múslimi eða flóttamaður eða eitthvað þar á leiðandi eru allir múslimar og flóttamenn agalegir og við vitum að það ekkert þannig en við vitum eins og líka að það eru vandamál og það eru vandamál sem leiða af til dæmis að fólk að koma frá ólíkum menningarheimi inn í okkar samfélag og okkar menningu það breytist ekkert á einni nóttu þegar gildi og ef til dæmis að koma víða frá Miðausturlöndum þú getur verið mjög frjálslyndur í sambandi við kynjamál í því samhengi það myndi samt sennilega skoðunin að lenda dálítið verulega íhaldsmegin hérna og þetta þarf þá einhvers konar eiga sér stað einhvers konar svona stuðningur við aðlögun og ég nefndar fyrir svona nálægt til að vera tjáningafrelsis absolutisti og annarfrelsis að mér til dæmis að þangar þú ert ósammála einhverjum þangar til ósammála einhverjum nei mér til dæmis ef þú kemur til dæmis til Íslands frá sem bara Palestínu og segjum að þú ert bara rosalega íhaldsamur þér finnst jafnvel að stúlkur eigi ekki að fá að gangi í skóla mér finnst það meir hafa þessa skoðun mér finnst það meir tjá þessa skoðun en dætuð hennar þær fara í skóla þú veist það bara þannig það þannig sem við gerum þetta hér ég held að svona hlutir sé líka betur tæklaðir með samræðinni og það eitt sem er alltaf áhvert að þið varst með hann hérna Teit daginn Teit Atlason og hann myndist akkurat þetta með þriðju kynslóðina sem radikaliserast
og hluti af þeirri sögu ekki bara það að það sé eitthvað staðar eitthvað og raun og veru alls ekki sagan að sé eitthvað í genum flóttafólks og innflytjenda eða múslima sem að gera verkum að það bara blossu upp ykkur öfgastefna þannig á þriðju kynslóð. Rannsóknir benda til þess að fyrsta kynslóðin kemur, hún rosalega tilbúin, hún komin til Svíþjóðar eða Bretlands eða hvert sem og þau bara ætla að verða Svíar Bretar eða þú veist, bara vera hluti af þessu samfélagi. Það sem mætum hins vegar annar veruleiki, samfélag sem ekkert endilega með opinn faðminn þó að þau tali fallega og það sem náttúrulega gerist í Svíþjóð til dæmis, fólki náttúrulega bara þjappað inn í hverfi sem voru til að byrja með hverfi þar sem að voru lágar tekjur, mikið af félagslegum vandamálum og annað slíkt og svo voru leiðinar út, voru lokaðar. Það var til dæmis þannig að tíma að atvinnumiðlun var öllu á höndum sænska ríkisins. Þegar atvinnurekendur voru að leita eftir listum af fólki sem maður hægt að ráða þá getur beðið hreina lista og hreina listan þýddi það að það var búið að taka út innflytjendur. Þannig að þú raun og tekur fólk þjappir saman á einn stað, loka fyrir leiðinar út, auðvitað byrja hlutina að fara úrskeiðis. Og svo náttúrulega þessar bandarísku rannsóknir sem hafa til dæmis sýnt það að að það til dæmis, þú ert með þessa massívan aðskilnaði búsitt á milli svartra og hvítra Bandaríkjamanna sérstaklega. Raun og veru annar hópa líka en þar kannski stóra brotalínan. Og þú farið samþjöppun af svörtu fólki í fátæk hverfi, það ekkert margar leiðir út og það verður til svona counterkultúr, eða gagkultúr gagvart svona ríkjandi menningu. Þú ert í elst upp í samfélagi þú lítur hvernig þú hugsaðar, ég ekki hluti af samfélagi, ég ekki velkomin, þá þetta hafnar gildunum. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, jável gengur lengra eins og Teitur Atlason kom inn á og ég bendi mitt á líka íhaldsöm gildi gagnvart konum í Bangladesh horfið til betri vegar í Bangladesh heldur en frá innflytjendum frá Bangladesh í Bretlandi. Ok, ég vissi það ekki. Nei, það íhaldsamari gildi varðar klæðaburð kvenna í Bretlandi innan samfélags Bangladesinga heldur en í Bangladesh. Já, þú ert í raun og veru í þeirri stöðu kannski að þetta ekki bara menningin, þetta mótspyrna gagnvart dóminandi menningun í umhverfinu, þannig að það verður kannski róttakari fyrir vikið, Og ég held að þetta sé vandamál sem að við búum til þegar við erum að ekki taka nógu vel á móti fólki og eitt af því sem ég hef miklar áhyggjur af samþjöppun, við vitum það til dæmis náttúrulega að það samþjöppun í Reykjavík. Það eru tvö kannski innflytjenda svæði í Reykjavík. Það hérna miðbærinn og kannski einhver leiti hérna upp með ströndinni og svo það Breiðholtið og Árbærinn hlutið að Breiðholtið mínus Seljakörði pluss Árbærinn og þetta eru mjög ólíkir hópar. Það virðist vera að til dæmis hérna vestamegin sitt aldrei oft fyrsta stopp og svo fólk sest að flytur upp í Breiðholt og það ákveðna vísbendingar. Ég skrifaði grein þetta fyrir Íslenska þjóðfélagið fyrir 1,5–2 ára síðan það sem til dæmis drífur Pólveri áfram að þetta besta leiðin að komast inn á húsnæðismarkaðinn og svo faraði kannski áfram en það eru samt hvatar í kerfinu. Við erum ekki aktíft að taka móti flóttafólki og skópla við Breiðholt, að vísu erum við aktíft að skópla þau upp á hérna Ásbrún en samþjöppun þessi stað og það tvennt í þessu. Við vitum það til dæmis að félagsþjónustan í Breiðholti með sérþekkingu og resursa að bjargi til að takast á við svona innflytjenda tengd mál sem þýðir það að ef þú ert innflytjandi sem þarft á félagsþjónustu að halda þá best fyrir það að búa í Breiðholtinu af því að þá hefur aðgang að þessari félagsþjónustu. Samanskapið þá til dæmis Fellaskóli sennilega fólk horfir stundum ákveðna svona einkunnadreifingar og Fellaskóli ekki endilega góður skóli Ég held að starfið í Fellaskóla sé alveg ótrúlega flott. Þeir ná býsna góðum árangri sem sagt og spurningi alltaf hvernig hefði hún vegnað annar staðar.
Fellaskóli auðvitað skóli sem að hefur know-how og resursa til þess að vera með sem sagt takast á við menntun innflytjendabarna. Þannig að ef þú ert innflytjendabarn þá verður hvata til að flytja þannig betur. Þannig að það er svona litlir mekanismar sem er að ýta undir ákveðna samþjöppun. Svo veitum við líka að Íslendingar hafa sem sagt flutt í burtu og sem sagt ég var að skoða gögn með henni hérna Berglind Rós Magnúsdóttir á menntavísindasviði þar sem við höfum líka bæði upplýsingar skráningu í skóla í hverfunum og það er ekki bara það að Íslendingarnir sem búi í Fellahverfi séu líklegri öðrum til þess að keyra börnin sinni í skóla í nærliggjandi hverfum heldur líka sem sagt hvítir innflytjendur. Þannig að þú farð þá samþjöppun í skóla á krökkum sem að þú veist þau eru í meirihluta útlendingar, það er hátt hlutfall af krökkum með annan húðlit heldur en er almennur í íslensku samfélagi og efnaðarslega lífskjör í hverfinu er almennt séð svona með því verra sem þú séð á höfuðborgarsvæðinu. Það er ekkert rosalega langt að fara þaðan í að það verði til þessi upplifun það að við erum ekki hluti af þessu samfélagi. Nei, og svo er náttúrulega Pólverjar líka risastór breyta í þessu og nú vitum við náttúrulega það að stjórnmála þar eru mjög svona, hvað við segja, andsnúin útlendingamálum, það er bara þeir reykja sér af því að það sé bara verið að taka mjög hart á aðalum sem er að reyna að komast yfir til Póllands en það sem er kannski áhugaverðara í íslensku samhengi er að Pólverjar á Íslandi eru hægri sinnaðri heldur en gengur og gerist í heima fyrir sem er mjög áhugavert en ég vil langar líka ég ætla að segja það smá útudúr í samvættu við þetta og enda þetta á svolítið heiti kartöflu ég var maður sem gaf sig að tala um mig í gær og hann sagði við mig bara þetta er góðu félagi minn og hann er að hlusta á þetta hann sagði hérna við mig já ég var að hlusta á Snorra og þig og kona mín var alveg brjáluð út í mig brjáluð út í ykkur það sem mig og Snorra Másson sem ég var að taka viðtal við og hann sagði já ég á þess að dóttur sem að kemur hún er lituð er alfarið frá hún er ættleidd og hann sagði við mig þú veist ég á dóttur sem er ættleidd og hún er bara brún og kona mín var alveg brjáluð út út af því að ég skil hvað ég meini það er mjög auðvelt þetta er slippery slope og það er mjög auðvelt að mistúlka þetta og færa þetta til verri vegar og þið kannski gerir ykkur ekki fyllilega grein fyrir því hvað áhrif þetta gæti haft og ég sagði já, því ég hef líka áhyggjur af þessu hins vegar gerir ég mig líka grein fyrir því að það sem er búið að eiga sér stað í Svíþjóð eins og Margrét Valdimarsdóttir reyndar sagði núna síðast en hún var hérna hjá mér var að vandinn í Svíþjóð hafi verið að þeir ræddu þetta ekki og sleppti að ræða þetta og nú hefur verið mikil hópasöfnun á Ingólfstorgi meðal annars ungra stráka frá Palestínu, Afganistan, Kúrdistan og fleiri stöðum þar sem að þeir hópast saman og eru augljóslega nýbreyta inn á Ingólfstorg sem er fjölfarin vegur í miðbæ Reykjavíkur og sérstaklega á laugardagskvöldum og þannig voru strákar og ég er náttúrulega kennt hnefaleika og ástæðan fyrir því að ég vil tala um þetta er út af því að mér þykir mjög vænt um þessa stráka sem eru múslimar sem eru frá Afganistan, Kúrdistan, Pakistan og öllum þessum löndum og ég gaf mig á tal við þessa stráka og ég sá þannig voru einhverjir sem hafði mætt á æfingu til mín og þannig að ég fekk svona ákveðna virðingu fyrir þessum strákum á Ingólfstorgi en ég gaf mér á tal við þá og þú veist, þetta eru bara strákar með sérkennilega hugmyndir, þú veist, ég spurði á út í samkynni og þeir sem náttúrulega bara, þú veist, eru með svona smá bandarska hreim bara þú veist, samkynni er ekki til, þú veist, þetta er ekki fyrirbæri og ég hugsaði með mér, ok, ég get alveg tekið þessa stráka af mér og verið að kenna hnefaleika og gert það á mönnum en ég er mjög efins það að konur á miðjumaldri sem að þeir bera enga virðingu fyrir og eru inngildingasérfræðingar séu að fara að ná að takast á við þetta og þú veist, það eru margir sem að örugglega móðgast yfir þessu og hugsa bara, heyrðu, þú veist, við erum sérhæfð í því að taka á móti hópum og ég segi já, en þeir bera enga virðingu fyrir þér Nei. Og það er erfið breyta en þetta er samt breyta Já hvað segja, svona hefðbundin gamaldags karlmennska hefur náttúrulega verið demóniserað aldrei mikið á undanförnum árum en ég held kannski að þannig höfum við dæmi það í hvaða samhengjum getur verið gríðarlega gagnleg og þú kemur úr mjög, svo notum bara sem sagt fáum lánuð hugtök frá feministunum þú kemur úr samfélagi sem er sannarlega feðraveldi þar sem að jafnrétti kynjanna er ekki stórt atriði afstæðan til kvenna er eitthvað sem að flestir hérna myndu rökkva í kút við
þetta er ekki að fara að hlusta á einhverja konu með meistarapróf í inngildingu til þess og einhvern veginn. Þú þarft eitthvað annað, þú þarft einhvern sem að þú tengir við og berð virðingu fyrir einstaklinum á þessu leveli. Þetta oft líka kannski þegar fólk að koma stríðsfræðum, þetta samfélag þar sem að sko ofbeldi ekki eitthvað sem þú hefur skömm á, ofbeldi einfaldlega gjaldmiðl. Þannig að þetta tækið svo getur notað til að koma þér áfram, til að skapa þér virðingu. Þeir eru að takast á við svona einstaklinga, þá þetta þarftu einstakling sem að þeir bera virðingu frá þessu fórtum sem getur svo talað á yfir í aðrar áttir. Ég heldur að þetta sé alls ekki bara bundið endilega við mitt innflytjendur, ég held að það sé kannski tíðara vandamál, en mér hefur svona virst að þegar maður bara horfa á hvað er að gerast með ungt fólk almennt. Hluta til er fólk vera meira fragilt, en það eru líka bara, ég galum þetta verið kallað agavandamál. Ungt fólk sem að skortir stefnu í lífinu. Við sjáum bara eins og þetta mál sem er í gangi núna fyrir dómstólum, þannig Þorlákshannar, já. Þar eru einstaklingar sem eru bara jafn íslenskir og súðin ísa. Þessir einstaklingar myndu heldur ekki endilega gudra rosa vel að fá einhvern svona soft inngildingasérfræðing til þess að knúsa sig. Stundum þarf bara svona aðeins meira tough love nálgun á fólk líka. Þannig að ég held einhvern veginn að við séum komin, við þurfum aðeins að hugsa upp á nýtt í hvað stefnum við verið að taka gagnvart ungt fólk yfir höfuð og kannski svona rétta kúrsina aðeins af. Það þýðir ekki að þurfum að fara alveg hérna aftur til hérna 18. aldar og berja fólk til manns, en það er kannski farin aðeins og langt í eina átt. Já, ég er sammála því. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarp í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Svo er líka bara áhugavert út af því að þú varst að tala um akademíuna og til dæmis bara ein breyta sem er fyrir hendi, sama hvernig við lítum á það, að ef að við erum að taka á móti fólki frá Miðausturlöndum að þá eykst andúð gagnvart samkynhneigðum í íslensku samfélagi. Já. Þetta er bara fasti. Já. En það er óþægilegt að segja, óþægilegt að tala um það. Já. Og út af því að ég var að tala um Jonathan Haidt áðan og kannski færum okkur aðeins aftur í akademíuna, að sko, hann sagði eftir 2014, sérstaklega með svona tilkomu samfélagsmiðla og aukin áhrif þeirra, þá hafi prófessorar lent í því að þeir fara sjálfsritskoða sig. Og hann með tala um þetta þegar hann er að kenna sálfræði, að það eru ákveðin atriði sem hann nýtti til kennslu fyrir einhverjum árum, sem hann hefur alfarið bara hætt út af því að það er ekkit endilega það að það sé allir voðalega að fara að vera móðgæðir og það er ekkit endilega einu svona neitt sé að fara að vera móðgæðir. En prófessorar eru farnir að taka afstöðu til sinna kennslu þannig að svona af hverju ætti ég að láta reyna á þetta? Af hverju ætti ég að taka þá áhættu að ég geti þurft að segja starfum mínu lausu eftir eitthvað hafari í kennslustofunni sem að síðan veldur því að það fer í fjölmiðlaða annað. Ég held reyndar að sko ykkur leiti allan að Íslendingasamhenginu ennþá sé fólk kannski ef það fara að sjálfsensúra þá er það hræddara en það þarf að vera. Ég fyrir mitt leiti kannski pínu gamla til að lifa hættulega þannig að ég kemst svona á til að fara út á jarðsprengjusvæðin. Bara fyrir þessari viku til dæmis þá var ég með umræði tíma bara er rými fyrir íslam í íslensku samfélagi. Og punkturinn sem ég var á endanum að koma með var það að sko hugsanamillan sem margir er að gera er að smætta einstaklinga niður í hérna einhvern hóp sem þeim tilheyra. Og ég er náttúrulega að þjálfa félagsáðgjafa og þar félagsáðgjafar mega ekki gera þetta. Þeir verða að horfa á einstaklingin og allt hans samhengi. Ekki bara einhverja eina vídd á einstaklingnum. Ég held að séu margir sem væru hikandi við að fara út í þessa umræðu og bara spyrja þessar spurningar í tíma því að það er hægt að láta það hljóma rosa leitla. En nemendur eru bara ekki svona brothættir. Nemendur skilja alveg hvert samhengið er og ef maður setur það fram og tekur þessar umræður sem sagt þá er það alveg til í að taka þátt, velta upp hugmyndum og jafnvel óþægilegum hugmyndum.
og reyna að skilja hvaðan þær koma. Þannig ég held að við hefum alls ekki, sko, það er enginn, held ég, sérstak tilefni í Háskóla Íslands allavega til þess að ritskoða sig sérstaklega. Nemendur eru bara, það er bara miklu meira spunnið í ungt fólk heldur en við erum endilega alltaf tilbúin að gefa þeim kredit fyrir. En það er akkur þetta sem þú líka sagðir með, sko, hérna, það að það með ekki taka ákveðnar umræður. Ef við tökum það tilbaka aftur yfir akademiska frelsið. Kannski er stóri hvatinn minn til þess að stíga fram og veri akademiska frelsið er það að eins og þú, þá treyst ég ekki því að allir þeir sem að tala fyrir akademísku frelsi verði sammála mér þegar að valda hlutföllin í samfélaginu breytast. Og bara eins og fyrir mitt leitið, það skiptir einhver máli hvort að einstakling sem kemur og hrópar niður fyrirlesara sé vinstri maður, hægri maður, miðjum maður eða hvað. Það er gjörningunum sem slíkur sem er rangur. Og það er línan sem það er að standa á. Og ef að fólkið sem er á þeirri línu, sem að er svona allan að með mína upplifun á skilabúðum og spjalli á göngur sem ég hef fengið, miklu stærri hópur heldur en fólk átt að sig á, af því að fólk vill helst ekki blanda sér í óþægilegar umræður. Ef að sá hópur þeir, þá munu þeir sem að munu svo snúi sér við og nota sem sagt að byrja að þjarma tjáningarfrelsinu þegar þeir loksins fá völdin til að gera það, þá eiga þeir þessu umræðu. Þessi umræða er hins vegar eitthvað sem að háskólasamfélagi verður að eiga og taka á ópólitískan hátt. Tjáningarfrelsi og akademískt frelsi eru ekki pólitísk mál. Þau eiga ekki að vera allavega. Þau eiga að vera almenn prinsip í samfélagin sem við erum öll meira og minna sammála um. Í praxis þetta er það erfiðara því að fólk vil ekki heyra hluti sem er ósammála. En það er mikilvægt að fólk taki þessi fólk sem er tilbúið að taka þessi umræðu þessara mála vegna en ekki vegna þessari liði og finnst það þurfa að verja þessa vini sína eða finnst það þurfa að refsa þessum einstaklingum heldur stóra prinsipi hvernig ætlum við að standa opinu frjálsumræðu ekki bara í Háskóla Íslands heldur bara í samfélaginu almennt því að það sem við líka svo séð gerast eins og í öðrum löndum er að kannski háskólaslaufanir hafa verið dálítið áberandi þar en þetta hefur smitað sig til dæmis í lista- og menningarlífið. Þegar þú komin með slaufanir á listaverkum eða endurskrift á listaverkum eða leikritum og bókum frá því fyrir löngu síðan til að gera þau einhvern veginn svona þannig passin í ákveðna hugmyndafræði herfiðir gen fólki fyrir skoðanum og slíkt. Þetta mun aldrei stoppa bara í akademíunni. Nei, það er líka sko þetta hefur breyst mjög mikið. Ég man að ég var að tala rasista í tíma í háskólanum og þá var ég að setja eitthvað samhengi og ég notaði N-orðið í tíma og ég ef að mér er bannað að nota það þá nota ég en ég aftur á móti gerir mig grein fyrir því að það fer ónota tilfinning margra að nota það, nota ég svona N-orðið í flestum tilfellum. En ég notaði það þarna og sagði að þú veist, ef að rasisti segir þetta svart fólk að þá einhvern veginn er það eitthvað sem við eigum að taka, ég man nú ekki hvað samhengi, en ég sagði að þú veist, þessi rasisti er samt, við erum annarkvort að fara að takast á við hans hugmyndir eða að fara að slaufa honum. Og þá var einmitt einn nemandi sem alveg urlaðist sko og sagði bara, þú veist, þú notaði þetta orð og af hverju varstu að nota þetta orð? Og ég sagði, ég má nota og svo sagði ég orðið aftur. Og þá einhvern veginn fór hann út og var eitthvað svarmóðgar og það voru þeldökkir reyndar í salnum sem voru bara svona alveg sama einhvern veginn. Og það var að tala sko hvernig þetta sko vatnið er ekki eins heitt og maður kannski heldur. Nei. Þegar kemur að hversu brothættir nemendur eru. En sko þetta hefur samt breyst gríðarlega til eins verra en er aftur einhvern veginn að breytast til eins betra núna. Og ég sko talaði við prófessorinn sem að bara eftir á og ekki út af þessu máli en þá sagði hann samt við mér svona þú veist, mér er mjög gott að það sé þú veist, einhver sem að segir þetta bara og þá var hann að tala N-orðið þú veist, hann var að segja það er gott að einhver sé bara tilbúin til þess að einhvern veginn að takast á hennar raunveruleika en ég eftir á móti hin hliðin að þessu er líka út af því við erum að tala sjálfsveit annað að viðhorf ýmissa prófessora er kannski aðeins á skjön við þetta er ekki algengt. Nei, það er náttúrulega líka kannski það að það er ákveðin svona, hugmyndafræðileg skekkja í háskólaumhverfinu. Háskólaumhverfið er
ekki bara vinstri sinnara heldur en samfélag almennt, heldur hærra hlutfall fólki sem aldrei svona róttækt vinstri sinnað og Er þú að tala um HÍ eða almennt? bara almennt og sjáum En í HÍ? Ég náttúrulega, við höfum ekki neinar svona kannanir á stjórnmála við höfum háskólakennara en til dæmis það hafa núna yfir 350 mann skrifa undir einhverja yfirlýsingu á netinu það að þau muni ekki starfa með ísraelskum háskólum eða akademikur frá ísraelskum háskólum og sem mér finnst alveg sjálfsögðu ef einstaklega vil taka þá prinsipástöðu bara gott hjá honum. Í þessari yfirlýsingu eins og ein málsgrein þess að kemur eitthvað svona byrjar á okkur sem starfsmenni í akademiskri stofnun áttu við okkur á áhrifunum af samspil orðræðu og valds eitthvað og lítum á það sem okkar skyldu að standa að tala gegn heimsvaldastefnu og eitthvað. Þetta orðfæri, það er alltaf að vísa bara beint í ákveðna pólitíska hugmyndafræði og í annan stað, það líka bara þessi galin hugmynd að þessi hluta starfskyldunni sem fræðumaður að tala fyrir ákveðnum pólitískum sjónarmiðum. Hversu góð eða göfug sem þau eru. Það er ekki það sem að háskólinn það getur aldrei verið kríterían fyrir því að vera í háskóla, að starfa í háskóla að þú sé tilbúin að tala fyrir tilteknum sjónarmiðum. Ef þér finnst það sem einstaklingi að þú viljið það sem einstaklingur nýta eitt plattform til þess fullkomlega ágætt. Og það er þetta, 350 það sem bendir til þess að það sé svona ákveðin slagsið í gangi. Móti kemur að maður skildi ekki endilega ætla fólki að hafa lesi testa sig að skrifa undir. Það heyri bara hérna skrifa undir yfirlýsingum til stuðnings Palestínu og fer og skrifa undir. Þetta er svona fólk sprásar þetta svona eins og þegar maður á að setja upp nýtt forrit og kemur hérna persónuverndar stefnan þeirra, maður bara skrollar og veit að hvort þið verða að freyla með mann og segir samtíkt. En sem sagt, ég held svona í heildina yfir, sko, sennilega allavega í ákveðnum deildum einhvers konar slagsíða. Þannig að margir, það er ekki endilega það að háskólakennarar, sumir háskólakennarar sé einhvern veginn að svona ritskoða sjálfan sig. Þau bara tala dálítið óbiskátt fyrir ákveðnum pólitískum áherslum og finnst þau bara vera að segja sannleikann. Gera sér ekki beint svona greina munum milli hérna hvernig ég sé heiminn og að það heiminn gæti verið öðru sig. Og það er náttúrulega ástæðan fyrir að við eigum að vera opin akademíunni er að við getum öll og höfum öll í oft og reglulega rangt fyrir okkur hluti. Já, þetta er ótrúlega áhugavert. Ég veit ekki hvernig mér langar að fara með þetta, sko. Það er að mér finnst til dæmis út af því að þú hófst einmitt þetta hlaðvarp að nefna einmitt að sko gagnrýni algjör grunnforsenda þess að akademían sé á leiði rétta átt og mér finnst það við þetta umhverfi það skorta. Það til dæmis hugtakið vísindalegur sannleikur eitthvað hugtak sem bara fólk notar stundum. Já. Og jafnvel bara sprenglært fólk vísindalega sannað líka. Já, þegar að akademían náttúrulega snýst sannleiksleit með þeim takmörkunum að þú þarft að gera grein fyrir því að þú munt aldrei finna þennan sannleika. Það er náttúrulega málið. Allur sannleikunum sem við höfum í dag miðað við bestu mögulega þekkingu sem við gerum ráð fyrir að sé samt ekki rétt. Við höfum allt sem við vitum bendir á okkur í áttina að þetta sé sennilega réttasta leiðin. Alla líkur á því eftir 100 ára fólk muni horfa tilbaka og hugsa vá hvað þau höfðu rangt fyrir sér. Þetta er endalaus leit með mörgum feilsporum líka. En það er líka ástæðan fyrir til dæmis að hérna, þú veist, mér finnst ekki tilefni til þess til dæmis eins og við gert í bandarískum háskólum þar sem að verða að reyna að hreinsa út ákveðin viðfangsefni, ákveðina kennara og annað slíkt. Þetta er ekki ástæðan heldur. Fólk má vera að explora þessar hugmyndir sem að mér finnst vera rangar og svo eigum við að leysa það í debatti. Kannski kemur eins og bara við hörum á þetta að hérna kannski úr öllum þessum svona hugmyndafræðilegu pælingum sem að byggja rosalega mikið á því sem kalla gagnrýniskenning kannski kemur eitthvað magna gott út úr þeim á endanum þó að stór hluti sé eitthvað sem að ég er ekki bjartsýn á að gera það en það gæti verið þannig eitthvað eitt sem hittir á eitthvað og þess vegna þarf þetta að fá að malla. Þetta þarf hins vegar líka að taka þátt í samkenni hugmyndina. Það þarf að prófa þessar hugmyndir á öðrum hugmyndum, láta hugmyndina rekast á. Þannig að við fáum ekki bara einhvers konar svona ríkisannleik.
Nei, þetta sko akkurat og mér finnst það einmitt hafa, ef ég að vera alveg hreinskilinn, skort innan akademíska umhverfisins bæði það að vera tilbúin að láta reyna á ákveðnar hugmyndir og ég hef talað við kennara innan HÍ sem að segja við mig bara, þú veist, ég get alveg verið einhvern veginn að fara gegn þessu en ég veit samt að það geti haft áhrif á minn feril og það hræðilegt. En ég aftur á móti líka sko til að þessi ákveðin skekkja til dæmis bara sem hefur myndast innan félagsvísindana í kjölfar samfélagsmiðla þar sem að fólk til dæmis bara ég er að gera mastersverkefni nennið að svara hérna þessari könnun fyrir mig og ég hugsa, þú veist, þú ert búin að eyðileggja rannsóknina þarna. Það mengi sem að þú ert að spyrja þarna eru fésbókarvinir þínir sem eru þá bara de facto ekki eitthvað sem hægt að taka marka út af því að þetta líklega fólk sem að fara að koma til með að vera sammálaðir eða þá í einhverjum álíka og áþekkri félagsstöðu og þú. Já, ég heldur enda líka að bara allt hvatakerfið í háskólaumhverfinu sé pínu skakt. Það bara þessi hvati til þess að skrifa auðveldar greinar sem að finna farveg sem eru auðveldar birtingar. Þar hangir algjörlega metnað hvers og eins einstaklings hvort hann tilbúin að gera eitthvað meira af því að það er búið að magnbinda þetta. Ég tekur stundum dæmi að það var breskur hagfræðingur Terence Gorman sem ég held að hann hafi gefið út 2 ritrýndar greinar á öllum ferlinum. En hvor greinu sig var þannig að hún gerbreytti því sviði hagfræðinar sem hann var að skrifa inn í. Það afrek að skrifa 100 greinar sem enginn les í einhver paywalled ritrýnd tímarit það í alvörinu að gera eitthvað fyrir okkur. Kannski vættum að afkasta minna og afkasta betra. Það var það fyrsta. Og eitt af því sem freystingin og maður sér þetta, fólk að taka ykkur af vefkannir. Og sko vefkannir geta alveg verið ágætari ef þú ert bara að validera einhverja mælingar. Þú ert að sjá hvernig það hegða sér í ákveðinni population og pælandi í því. En þú ert ekki að draga inn stóra álftanir samfélagið. En fólk oft tilbúin að draga gríðarlega stóra álftanir annarkvort út frá sko mjög skektum kannanagögnum eða í ykkur tilfellum af bara litlum sem sagt svona eiginlegum úrtökum þar sem þú tekur djúp viðtöl við 6 einstaklinga og svo bara staðan fyrir að segja hérna ég fann áhugaðan mekanisma sem þessi við að skoða betri við þeirra samhengi þá bara þeir eru rosalega stórar ályktanir hvernig samfélagið virkar. Já, þetta einmitt þegar maður hefur verið svona gagnrýnin á eiginlega rannsóknir að þær eru kannski ekki góðar til þess að lýsa þýðinu sérstaklega þegar að viðmælendur eru fengnir úr þínu svona, félagshagkerfi. Nei, það og ég held kannski að það sé svo sem bara svona til þess að hérna gardera það að það alls ekki þannig að allir eiginlegir sem að gera eiginlegar rannsóknir falli í þessa gryfju og það ekki allir sem að vinna með gagnrýnar kenningar sem að eru ideológar en það sem við þurfum kannski og kannski vandamálið í íslensku háskólasamfélagi í Íslandi lítið og ég held að við höfum svona tendens til þess að vera of kurteis, við þurfum alltaf að láta okkur linda á kaffistofunni og ykkur þar bara eru kannski ekki komin á annar stað svona í þroska að við getum átt sko debatt eitthvað, ég fæla harkalegt debatt og svo bara sest niður og fengið kaffibolla og spurt hvernig fjölskyldunni líður og annað slíkt og ég man alltaf eftir þegar ég var í framhaldsnámi í Oxford þá var alltaf regla svona stórir gestafélagar sem komu og sem sagt þá sem sagt fóru allir nemendinir, meistarnemendinir og dótturnemendinir og horfðu á debatti og fremsta bekk var allar stóru kannar frá Oxford og svo hélt fyrirlesarinn sinn sitt erindi og svo bara byrjaði slagur allar stóru kannastóðana og þær bara hjóluðu fast í og með harkalegri gagnrýni þú veist og sem sagt það var alveg smá ástreið í gangi sko og svo þegar þetta var búið þá stóðu menn upp og föðmuðust og fóru og fengu sér drykk saman og þannig áttum maður að segja að þessi einstaklingar þessi kemur hérna af því að hann þekki fullt af fólki í sér deild og þetta allt vinir, þeir eru bara ósammála og það allt í lagi að taka harkalega umræðum hluti sem við erum ósammála það ekki persónulegt Þetta það sem að Neil Ferguson hefur núna haft miklar áhyggjur af og hann nefnir Oxford Hall hérna debattinn sem ákveðið mikrokosmos þess hvernig samfélagið að breytast og akademían að breytast og hann hefur miklar áhyggjur af þessu út af því að og ég hef náttúrulega fjallað þetta Christopher Hitchens gagnrýndi mjög mikið þegar hugtakið personal is political kom fyrst upp á hérna yfirborðið út af því að þá
urðu hugmyndir ekki bara hugmyndir hvers og eins og svona breytileg forsenda þess hvernig þú horfir á heiminn, heldur var það einkenniðinu og einkenni þitt væri orðið pólitískt viðfangsefni þar sem að þú byggir þínar hugmyndir á því að þitt einkenni sé eitthvað sem að þurfi að verja og þá ertu komin í sko þess vegna einmitt að ég tel þetta vera ástæðana fyrir því að þegar fólk að tala hluti og ég kannski að gagnrýna eitthvað sem einhver manneski að segja að þá tekur það sem árás á sig þetta hatur gegn mér að þú sért að tala svona þetta mjög vond þróun að mínum mati. Ég held það líka og ég held bara það að reyna að einhvern veginn að smita pólitík út í alla þætti samfélagins sem sé ekkit sérstaklega heilbrigt það gerir alla hluti rosalega hlaðna og einhvers þar þurfum við bara líka að geta slakað á og það er líka heitt sem að þetta verður eitthvað konar hugmynd eða krafum á endanum inngrip annarkvort í gennum stjórnvöld eða þá eitthvað konar svona múæsing á netinu og stundum verður þetta sko ég hef aldrei gaman að því að fylgjast með The Culture Wars og bandarinsk podcast sem heitir Blocked and Reported sem að tekur fyrir svona sérstaklega gulnu hlutina þessu bara eins og að horfa á svona hluti hvernig það að Sydney Sweeney sem að ég hef aldrei tekið eftir að vera sérstaklega merkilega leikona þannilega, bara allt í lagi skiluru hún auglýsir gallabuxur og þau leika sér með orðið jeans sem sagt, gallabuxur eða jeans gen og einhvern veginn verður þetta einhverju risastóru sko máli sem fullt af fólki að öskra samfélagsmiðlum og þetta sé einhvers konar yfirlýsingum hvíta kynþáttahyggju og annars því það var að selja gallabuxur það getur vel aðeins slakað á þetta er svona og þetta ger allt umhverfið rosalega erfitt og hlaðið og og ég held að þetta sé bara ekkert gott fyrir samfélagið. Nei, ég held líka samt sko að allar umræður út af því að þær eru mest spennandi á jaðrinum okkur finnst miklu skemmtilegra að fylgjast með hlutum þar sem að einhver kemur og segir alveg gölnustu afstöðuna og þá er líka alltaf hinn þú veist eins og á vinstrinu þegar það kemur einhver manneskja og segir gölnust afstöðuna og þá það einhvern veginn og þá tekur Fox News þetta og segir hér meðal afstaða vinstrimanns í Bandaríkjunum. Já, nákvæmlega og þetta er bara betra sjónvarp það hefur verið að reitsbeita og svona þú veist, kynda undir hluti en ég held að sko allir þurfi fólks bara hann einhvers þar á milli þú veist, ég held að meirhluti fólks sitja bara stundum og klóri sér í hausnum af hverju þetta atriði en það ætlar ekki að blanda sér umræðin og spyrja þess að það bara eitthvað, ok, ég ætla ekki að vera með í þessu það er margt í þessu förum að ljúka þessu eitt bara svona út af því að við byrjum akademísku frelsi, kannski við endum bara þar nú ert þú búin að svona, hvað ég að segja, stíga út á sprengjusvæði núna nokkru sinnum yfir þennan klukkutíma hugsar einhvern tímann bara svona þú veist, ég hefði kannski átt að sleppa því að segja þetta svona út af því að ég kennari við Háskóla Íslands, ég þarf að halda ákveðnum trúverðuleika Silja Bára, þú veist, ég gagnrýni hana opinberlega, gerir það tvívegis hún svona, ég veit ekki hversu mikið hún yfirmaður þinn en hvernig það hort á það hvernig, þú veist, af hverju kannski byrjum bara að því að spyrja bara af hverju kýstu að tjáðu svona erfið mál Ég finnst það eiginlega bara að vera hluti af starfslýsingunum minni fræðimennska snýst leitin að sannleikanum og maður ber ábyrgð þegar miðla sannleikanum eins og maður sér hann á hverjum tíma ég alveg tilbúin að eiga þessi debatt og einhver samferð mig hefur rangt fyrir mér þá það bara allt í lagi ég hef ótrúlega oft skipt skoðun ég held að ég hafi á einum öðrum tíma kosið nokkuð veginn alla flokka á Íslandi þú veist, ok, það er aldrei mikið að segja þetta því að þeim fjölgar aldrei mikið undanfarnum árum en þú veist, ég hef kosið mjög víða í hennu pólitíska litrófi skoðun mín eiga til að breytast með nýjum upplýsingum eða góðum rökum það sem að minn stund aldrei skrítið eins og gerast þegar ég blandaði mér þess að umræðum akademískt frelsi var sko heiftin og maður að horfa á fólk sem að beinlinis rángtúlka það sem það segir eða bara lígur ykkur upp á mann einhverjum afstöðum og eitthvað svona og ég var alveg pínu hugsi þetta svo sem fekk ekki mikið á mig en ég skil alveg að fólk vil ekki blanda sér umræður en ef maður blanda sér ekki í umræður ef maður tekur ekki áhættuna í umræðinni
þá mun umræðan alltaf fara okkur í einhvern skrítin farveg. Það verður annarkvort einhvers konar róttækt vinstri eða róttækt hægri sem að muni berja okkur öðru og þarna verður umræðan. Og ef annar þessum aðalagum svo vinnur á endanum þá eru komin í ykkur slæma stöðu. Þannig að mér finnst einhvern veginn að maður getur ekki lyft sér að vera hræddur. Maður verður bara að stíga fram, taka afstöðuna og ef það kostar það að fólk verði reitt þá er það bara allt í lagi. Já, það eru fínustu lokaorð. Kolbeinn Hólmar Stefánsson, takk aðeins fyrir að koma og hanga til næst. Bara takk fyrir að bjóða mér.